Vikulok Dóttor fútból á Valentínusardegi. Gunnar Birgisson sjaldan glæsilegri en einmitt á Valentínusardegi. Hvað langt síðan þú heyrðir Gunni og væri þættir heitur eða sexy eða sætur? Bara í morgun. Fake news. Það var í morgun. Og Eyþór Völl genginn út. Til hamingju með það, innilega. Takk. Innilega. Já, það eitthvað sem að, þú veist, þú varst einhvern veginn að fumbla berries út allan bæ og svo bara einhvern veginn áður. Ég bara allavega þurfti einhvern veginn að læsa mig niður. Það allavega svolítið svo... Já, ég held að það hefði verið þörf þar á. Já, heldur betur. Talaði við ráðgjafana mína og... Til hamingju. Takk hérlega. Það svo steikt að... Aja, ok. Shit, hvað steikt. Já, þetta ekki störðlaða? Þetta bara geðveikt. Já, Mæli með þessu fyrir alla. Já, mæli með þessu. Komum sér á fast. Heldur betur. Hvað Gunnar Birgisson, þú búin að vera först í 10 ár? Já, þetta komin ykkur 8 ár. Já, þannig að Valentínusardagurinn hefur verið hátíðlegur hjá þér í mörg ár. Já, hann hefur verið það. Hann hefur verið stór dagur. Heldur betur. Það eru blóm og kransar og... Verður gert eitthvað? Já, ég svo við verðum nú kannski eitthvað út að borða það. Já, heldur betur. Blómatorgið með Dóttor fútból, Blómatorg fyrir þá sem að horfa á YouTube, þá þeir með vöndin hérna góða. Blómatorg sendir líka beint heim með Volt. En Blómatorgið eina blómabúðin sem í eigu gagnkynhneigðs karlmanns. Þannig að þú veist, ef þið viljið styðja þennan minnihluta hóp í blómabransanum, endilega kíkið í Blómatorgið. Þar hann. Sá, hvaða markmið eru þið með í ræktinni núna? Létt ykkur, þing ykkur, auka? Ég þarf að tálka mig. Ég er í léttunarfasa. Þá er það allt saman á fitnessport. Já. Þið bara veljið það. Hydroxycut. Ég var að taka hydroxycutið og ég tók hardcore í þetta skipti. Ég skipti aðeins kúrs. Ég skipti aðeins kúrs, skal ég segja þér. Já. Og svo þetta kreatinið, próteinið. Og svo vil ég hafa eitthvað sem að keyrir svolítið svitan í gang fyrir æfingu. Já, ég svo sem búin að vera röfli við því að þurfa að fara að selja sweatsuit. Já. Maður fer í gallan og svittan eins og titlingur. Sko, Bubbi hefði alltaf í þessu þegar við vorum að æfa saman upp í Mosó. Þá var Bubbi alltaf í þessu, þá var hann í svona galla. Svo fór hann í sánuna eftir. Hefurðu rifið kjaft við Hjalta Úsus? Ég hef aldrei rifið kjaft við það, nei. En ég var náttúrulega hans ástæðasti kunni þegar hann var með raktin upp í Mosó. Þá voru þetta ég, Bubbi og Jökulli Kalli. Þeir ekki með 300 mg koffín dós? Jú. Ég held það nefnilega. Einar á landinu. Já. Það held ég, Dominus Pizza núna farið aftur til 40 og að sjálfsögðu. Það er ekki betra en að gleðja kona með góðri pítsu á Valentínusardaginn. Þess vegna í hádeginu. Hún söng, sæl, pizza. Hvernig hljómar það? Dominus, appið góða. Tékklan byrjar sko 15% stafsláttur. Ef það stendur 3 aftan á, þá þetta að mæta í mass. Og ekki gera barninu það að vera á bíl sem fara endurskoðun. Því að það er ekkert sem að... svona hleypir meira blóði í búlíana en að sjá pappa viðkomandi með endurskoðunar limmiða. Ef það er 0 aftast, þá er það 10. Október. Það er október. Það er október, það er voginn. Það er voginn, kallið minn. Strákar, tölvutek ei mig veg, bara rétt árum við byrjum þetta allt saman, ætlum að fá spurninguna og spurningin í þetta skiptið, já eins og alltaf kemur frá tölvutek sem sér allt sem kemur að tölvubúnaði. Hvaða ensku landsliðsþjálfara vantar hér og fyrir þá sem ekki horfa þetta í mynd þá vantar landsliðsþjálfara frá 99 til 2000 og 2008 til 2011. Ég er búin að krota yfir þá og hvað segja mínir sérfræðingar Eyþór Völler og Gunnar Birgisson þetta. Tómas Tuchel auðvitað fara að stýra enska landsliðinu í fyrsta skipti í næsta mánuði. Og ég reyndar fylgist akkurat ekki vel með þessum árum. Já, að vera með hann 2008 sko, akkur hann ekki. Hver þarna frá 2008 til 2011? 99-2000. Þegar ég segi KK, hvað segið þið þá? Þið segið þá bein leiðvæntanlega og gatan liggur greið, en hver er KK? Hver er KK í enskum fótbolta? Það er Kevin Keegan. Já. Ok. Ég held að vera að fara með þetta í ykkur. Ok, það er Kevin Keegan. Já. 2008 til 2011, þetta er mjög lélegt af mér að vera ekki með þetta. Hvað er uppáhalds aðal tölvuleikurinn í dag? Fortnite. FC. Já, kallið minn. Það er Fabio Capello, Jésús. Fabio Capello. Já. Þetta var lélegt. Nei, þið standið ykkur mjög vel og bara einbætti sér að Valentínusardeginum. Það held ég. Eyþór Völl að fara að droppa lagi, Inga í dagnátt að fara að droppa kóðum og svo getið þið keypt ykkur gjafabréf góða
förum yfir þetta lag sem heitir Stara. Ég stara á þig, þú starir á mig. Heldur betur, þú ert ekki búinn að heyra úr lagið en Ég veit Veist. sirka hvað þetta er. textan, ójá. Og saman störum við upp í heiminn. Ég þarf að breyta laginu og setja þetta textabrót. Heldur betur, við ætlum að gera þetta með dynalt.is. Inga, we love you. Til hamingju með daginn, þetta er þinn dagur, þetta er þín stund. Já. Og njóttu þess að vera þú sjálf. Maður sem nýtur þess alltaf að vera hann sjálfur er Gunnar Birgisson. Sko, ég þekki enga sem ég peppaður með að nýja meirihluta í Reykjavíkurborg eins og þú. Og þú talar, kryddpíur eru komnar til að vera. Sem var ansi svona mögnuð fæsla hjá þér inn á X-inu. Ótrúlega skemmtilegt að hafa náða að tvinna þetta saman kryddpíurnar og nýjan borgarstjórnar meirihluta. Já, þetta er skemmtilegt. Já, mjög skemmtilegt. Herri, þú ætlaðir að við ætlum að taka upp létt hjal áður en við förum í Víkingana. Já. Topp 5 bestu kvennar hljómsveitir allra tíma. Já, Að mati svona stelpnabönd. Já, við byrjum á 5. sætinu. Það er hljómsveit sem var stór hjá mér svona í kringu 2005, 6, 7 eitthvað svo leiðis, Já. Sugababes. Þær komu hérna til lands. Komdu með bara örstuttla úr brotuleginu. Can you feel yesterday back around? Já, nákvæmlega. 'Cause I know how I feel about you now. Nákvæmlega, númer 4. Númer 4, það er nú einfallega kannski svona vegna ástminnar á Nicole Scherzinger og hennar verkum. Já. Það er Pussycat Dolls. Don't you wish your boyfriend was hot like me. me. Já, nákvæmlega. Númer 3. Númer 3, það eru rússnesku stelpunar í Tattoo. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head. Já, já, þetta er ekki allt saman. Númer 2. Já, þar fór ég bara í klassikarina. Þar er Spice Girls. Þær eru í öðru seti hjá mér, Spice Girls. Veistu hvað, fyrsta lagi sem er þetta er? To become one. Já, Að því ég er balluðkall. út balluð. Ég svona... Út fyrðulegu, hvað það var. Já, þegar ég heyrði það nýr singull, ég ætla að please balla. Svo bara, nei, það er fjörutlag. Já, ok, númer 1. Númer 1, það er ekki leita landið skamt, Nylon. Já, Stúknaflokkurinn Nylon. Og það eru nokkur lög þarna með þeim. Closer, Losing a Friend og fleiri lög sem að ég einfallega skil ekki hvernig fóru ekki lengra. Worldwide. Já. Það reyndu náttúrulega þarna eitthvað í LA. Þær fóru aðeins út í svona aðeins á augra með The Charlies og Eat Me til dæmis, skemmtilega. En Nylon er svona það sem að heillaði mig. Vörður, eitthvað lag sem að þú saknar þarna fyrir utan grílurnar þínar auðvitað? CCA. CCA. Það eru mína stelpur, fyrst og fremst. Heldur betur. Ég saknaði All Saints. Já. Mér slæði Beats hérna. Einhver sem myndi segja Destiny's Child en Þú traditionalisti. Reykjavík dætur. Reykjavík dætur, já. Give them some respect. Já, heldur betur. Gerum það sjálfsögðu. Eins og auðvitað blandar segja stundum algjörir töffarar. Förum núna og kíkjum á hvað gerðist í Evrókeppninni í fótbolta. Á ekki að eiga einhver staðar jingulinn. Jú, hann er hér að sjálfsögðu. Höfum þetta alltaf hreinu. Víkingar. Vá. Skoðum afrek Víkinga með þeirra bestu nágrönnum í Bíkó. Bíkó, sjáum að lánaðir allt dótið sem hún þarft í þínum framkvæmdum. 4 leikmenn meiddir, Oliver út af í hálfleik, aðstoðarþjálfarinn tekin við sem aðalþjálfari, búið að selja besta leikmanni fyrir metfé, 2 leikmenn í banni. Ég hef kannski búin að segja það, en Víkingar, what a concept. Þetta er ótrúlegt dæmi. 2-1 sigur á Panathinaikos í gær. Já, og maður horfði náttúrulega, þú veist, ef maður skoðaði bara fyrirleik, þú veist, þá fór maður inn á veðmálasíðurnar, okkar minna Epic Grassi, búin að leggja yfir þessu, og maður sá að Panathinaikos voru á 1,5 eða eitthvað svona cirka þegar leikurinn byrjaði, þannig að þú veist, Víkingarnir eru konum með allavega the respect frá veðmálasíðunum, þannig að það var alveg einhverjar að búast við að þetta gæti mögulega orðið leikur. Svo byrjaði leikurinn og ég hugsaði bara, það er ekkert sem segir mér að Panathinaikos vinni þennan leik. Víkingarnir En sástu samt hvað er lág á þeim í byrjun?
Já, þetta var hérna smá kapli í byrjun en ég meina þeir bjuggu sér til svakalega lítið, ég meina þeir eru með XG upp á það er að segja fyrir utan vítið þeir eru með XG upp á held ég 1 eða eitthvað í leiknum 1.78 er XG, það er nú alveg það er þá 1 í venjulegum leik þú veist, af því að vítið er 1.76 held ég hann er þarna í hafsendastöðunni Erik Palmer Brown hjá Panathinaikos hann er afspyrnu slakur leik hann átti svakalega slappanleik og líka bara það hvernig hérna, víkingarnir setja hann að leika upp ég meina það var alveg eins og Tómas kom inn á hérna í þættinum í gær og það var svo sem alveg vitað að þeir væri að fara í þetta 5-3-2 eða 3-5-2 en það sem kannski fæstir hefur búist við er að Tarik og Sveit Gísli hefðu verið sikkur megin við Oliver Ekroth þegar maður sá það þá hugsa maður ok, þetta geti kannski verið smá brass en allt annað kom á daginn og hérna bara með betri Evrópuframistöðum sem maður mann eftir enda Panathinaikos með frábærslið. Eyþór, ástæðan fyrir ég kallaði þig inn í dag er svo að þú hefur spilað á móti þessu Víkingsliði á undanförnum árum og þekkir þetta alveg inn og út. Hvað er það sem gerir þetta Víkingsvél svona magnaða? Það er náttúrulega bara einn maður, það er Arnar Gunnlaugs. Og veist, þetta kom mér á óvart þessi sigur í gær. Bara fyrst og fremst sterkur varnarsigur komur óvart hvað Sveit Gísli kom vel inn í þetta og Ingvar Jóns frábær átti reyndar að fá víti á sig og bara heilt yfir sterkur varnarsigur og það verður fróðlegt að fylgjast með þessu hérna á grasinu í Gríklandi Sko Davíð Allarsson skorar hérna fyrsta Evrópumarkið sitt stöngininn, ákvaða að hafa stöngininn Matti Villa kemur svo inn á og takk eftir hvað þetta glæsilega skuttla sér í burtu hjá Ara Sigurpáls því að ef hann hefði strokið Ara aðeins komið við hann þá áttum við ekki aldrei verið mark og sem var alveg með ólíkindum svo kemur þetta víti Norðmaðurinn er að dæma á hendi hann heldur á bolti hann er að dæma á hendi hann skerði svona hann held að boltinn að það fyrir hendina á Helga hann fyrir hausin á hann heyrðu, þá finnur hann bara eitthvað nýtt moment heyrðu Daniel hann, ég stendur við þetta ég er búin að skoða þetta og því líkt ánægði með þetta því líka pattan ég sá ekki þessar handabendingar en ég held að hann væri alltaf að dæma það á þetta brot þetta var ekki brot nei, ég veit að ég er sammála því ég er sammála því og þetta var algjör bull af því að þetta 2-1 mark því miður þú veist, þá náttúrulega þá breytir það aðeins heimsmyndinni í þessu einvígi af því að Panathinaikos hafa ekki verið að vinna neitt brjálæðislega stóra sigra heima hvorki Evrópukeppninni né í deildakeppni þeir eru bara svona nokkuð solid skora ekkert eitthvað brjálæðislega mikið af vörkum er að vinna kannski 1-2 marka sigra en þetta geti orðið smábrass, þetta var allt öðru aðstæður og það var svo sem alveg vitað að Grikkirnir væri ekki kannski brjálæðislega peppaðir í mínus 5 og gervigras en þetta eru náttúrulega aðstæður sem Hvað erum við að gera núna? Erum við núna eitthvað að reyna að þú veist, auðvitað eru brjálæðislega peppaðir það eru allt undir hjá Grikkjum Fannst þér þetta að vera, ég meina Sverrir Ingi talaði það sjálfur í viðtali eftir leik að þetta hefði verið svona frekar andlegs framistæði þeim. Já, eðlilega, hann er að reyna að finna einhver afsökanir fyrir tapi, og mjög óeðlilegt og svona gott lið tapi. Ég var ekki að kasta rýrð á einn eða annan hátti á þennan sigur Víkinga. Ég er bara að segja að það breytir öllu að fá þetta eina mark og til að fara með 2-0 stöðu til Grikklands, þá hefði ég alveg treyst Víkingunum fyrir því að læsa bara, því að þeir eru góðir í low block og bara verja markið sitt. En þarna þá setur 1 mark í Grikklandi, þá setur það í raun og veru einvíð í uppnám. Þá þurfa þeir að fara að sækja, þá mögulega opnast eitthvað tilbaka til. Já, við sjáum til hvernig það fær, en sko. En ég meina, ertu ekki sammálað mér í því að 2-0 er aðeins annað en 2-1 til Grikklands? 2-0 er betra en 2-1. Það er engin spurning, það er 2 betur meir en 1. Ég er sammálað því. Hins er þannig að sko, fólk verður að fara að hrósa Víkingunum. Víkingur er hann algjör yfirbúr á klúbbur á Íslandi. Fólk að taka fótbolta ákvarðanir hugsa ykkur að fara með þetta til Finnlands þetta er svona ekta dót sem fólk myndi segja þetta er svo ósexy maður fara með þetta í -6 og gervigras hárrétt fólk að taka fótbolta ákvarðun en byrju það er bara hárrétt ég var að segja nákvæmlega þetta
auðvitað, hvað heldur að Grikkirnir hefði ekki frekar verið til í að fara til Murcia að spila í 20 gráðum með það? Já, þess að segja, þetta bara góð ákvörðun að fara með þetta á gervigras og í -5. En þú veist að skella svo andleysi á Grikkjunum. Ég held að Grikkirnir hafi gert allt sem þeir gátu gert. Þeir bara mættu ofjörlun sín. Klárt. Og það var það sem ég sagði líka áðan. Sjáðu hérna færi sem Valdimar Ingimundarson fær í lokin, Eyþór Völler. Nú ætla ég að kenna þér eitt. Ef þú fær lausa fyrirgjöf frá hægri, þá skallar hann til hægri. Þú reynir ekki að sneiða hann í fjærhóðnið. Ef ég hefði bara getað labbað inn á Víkingsæðingu og kent þetta fyrir leik sko, hann kastar sér á hann reynir að sneiða hann og lóta ekki nær honum. Þetta hefði alltaf legið inni ef hann hefði bara látið vaða á þetta. En það líka hérna, þeir náttúrulega fá færi þarna undir lokin hörku varsla, þetta hvað? Já, þetta 0,2 XG sem hann fær, þessi skalli hjá Valdimari. Þetta var dauðafæri. En aftur, þeir eru náttúrulega líka fá þarna, það fer þarna eitt skot í sláin, stöngin út og eitthvað svoleiðis og Ingvar var náttúrulega stórkostlegur í þessum leik. Átti hann ekki að fá víti á sig samt? Besti maður vallarins. Nei. Ég sé framveri þá verð ég að kalla eftir víti sko. Ég hef séð Íslands lið mæta í svona leiki 100 sinnum og tapa 4-0. Það bara ein breyta í þessu og það eru 2 mikilvægast orðin í Íslands og Evrópufótbolta í dag, Ingvar Jónsson. Hann unreal í þessum móðmönd. Bara sjá með stjörnum, sjá með núna. Þú veist, þetta búið að vera ótrúlega að fylgjast með hann og hann næstu veran vítið. Hann var alveg grátlega nált í. Sko, Gunni, heldur að hérna Víkingarnir eigi séns í seinni leik? Já, ég held þeir eigi séns. Bara alveg 100%. Það var náttúrulega mikið af svona úrslitum sem maður kannski bjóst ekki við fyrirfram. Molde tapar heima fyrir Samrock, Kaupmannahöfn tapar heima fyrir Heidenheim. En Víkingur bara búin að sýna það og sanna. En nú Ekroth meiddur. Hann fyrir út af hálfleik. Við gerum það bara ráð fyrir. Ég meina Aron Elís fyrir út eftir 50 mínútur. Þú veist, það ekki smábúið að höggva í þetta Víkingslið. En það virðist aldrei skipta neinu máli. Þú veist, það vantar Nikolaj Hansen, það vantar Karl Friðrik. Þeir kaupa sér Hafsend og hann náttúrulega bara leggst í rúmið daginn eftir hann mætir. Sko maður ekki kannski alveg fara það. Nei, þú veist hvað, hann meittist mjög hratt eftir hann, fyrirgefðu, hann meittist eftir hann mætir. Eyþór, hver eru bestir í þessu Víkingslið? Þú spila við alla þessa gæja. Ingo Jóns, ekki spurning, hann tekur bara vörslu sem engin íslensku markmaður tekur. Ari Sigurpáls, hann bara að fara þráðbeint út eftir þessa leiki. Þú nefndi náttúrulega, þú veist ég meina, Oliver Ekroth og Aron Elís náttúrulega bara, þeir eru potturinn og pannan í þessu öllu saman, þeir fá þetta til að teka hjá þeim. En þú veist, svo líka spurning með þessa leikmenn hjá hérna Panathinaikos, náttúrulega ungstirnið úr Manchester, Facundo Pellistri, meiddist þarna í byrjun mánaðarins, Tinn Jedvas var ekki með. Hvort að þeir ná í seinni leiknum. En sko, það stór breyta fyrir Panathinaikos líka af því að það sást alveg að Sverrir Ingi hann þurfti að vinna verka á við 3 þarna aftast. Ég meina það ótrúlega við sem búin að ná að tala um leiki tímindur á þess að tala um Svein Gísla sem aldrei spilað svona leik eða svona ekki oft spilað svona leik. Hann nefndi hann á þann Eyþór. Já, ég að segja, en meina, þú veist, við værum einhver tíman Waxing Lyricals hennar gæja sko, af því að þetta náttúrulega bara það var þannig framist að Svalur. Hvernig fannst ykkur hérna af því að við erum nú í samstarfi með lagningu.is mér langaði bara að láta hérna Sölva á hliðalínunni hafa lyklana hjá mér. Hann var svona í parkinglott úlpu. Var þetta ekki þannig að? Hvað segirðu, Eyþór? Já, þú veist. Varst ekki í húið að láta hann fá lyklana? Jú. Mér langar að láta hann fá hjarta mitt bara. Já, láta hann fá hjarta mitt. Þetta var glæsett og hann sagði að þetta væri stærsti sigur Íslands félagsliðs í Evrópu. Það ekki spurning það. Já, ég veit ekki það. Stærsti, þú veist, 2-1 sigur þetta frábærlega gert. Fyrst og síðast frábærlega exekjúta hjá Víkingunum. Eiginlega aðdragandinn eiginlega ennþá betri heldur en úrslitin. Fara með til fokkin Finnlands. Welcome to hell. Það svo margt sem svona en sko, history will remember þú veist, þegar við horfum tilbaka og þetta afrek verður rifjað upp sem stórkostlegt að það að Íslensk landslið og Íslensk félagslið skuli þurfa að spila heimaleiki á erlendri grundu vonandi munum við hlæja þessu eftir 10 ár en ég ekkert alltaf vissu það svona. Eyþór, hefur skorað í Evrópuleik? Nei. Hefur spilað Evrópuleik? Já.
Þannig að ég þekki þetta. Þú þekkir þetta. Hvað, ertu með einhver ráð fyrir þá fyrir seinna leikinn? Það kom bara kaldir inn í þetta. Já. En sko, Eyþór, munið Arnar, hann vaskaði Íslandsmeistaratitlinum af því að hann var svo upptekinn að því að enda ekki eins og Breiðablik ári áður þegar liðið ekki svona hrundi. Hins vegar það var akkurat það sama og gerðist. Þar var Íslandsmeistaratitlinum náttúrulega vaskað fyrir. Já, ég veit að það var bara algjör trun þar. En hjá Víkingur þeir fóru samt í riðlakeppnina. Já, ég veit það. Sem er allt öðru sér sett upp heldur þetta. Þannig að ekki kasta rýrð á aðna þráttur að aðri ná í árangri. Nei, ég er að tala Arnar Gunnlaugsson. Hann vaskaði Íslandsmeistaratitlinum út af Evrópu. Það er ekki spil, hann gerði það. Hann fór að hvíla, hann gaf til dæmis mér eitt sigur upp í kór sem ég þótti alveg afskaplega vænt í maímánuði. Þar sem hann var alltaf að pæla í load management og var bara með load management á heilanum, alltaf að gera 5-6 breytingur og allt slíkt. Svo skoðum maður liðið núna og það er eiginlega allt og margir upp í rúmi. Það eru margir meiddir, það eru margir frá, reyndar fáðu 2 úr leikbanni núna sem er náttúrulega feikilega mikilvægt, en ég meina ég gerir ráð fyrir að Ekros í leiðin rúmi núna. Ég áttam ekki hvort að Aron Elís hafa náttúrulega framistæðan sem var frábær, þannig að einhver ástæði samt fyrir að hann fara út á 50. mínútu. Já. Þú veist, hann er ekki verið að leika sér að fara út á þarna, þannig að En það er alveg hárrétt þeir eru að gera þetta án margir leik Gunnar Vatnamar, Pálu Púnit, Halldór Smári. Þetta er allt saman leikmenn sem er greinilega eitthvað í þeir gerir engin ráð fyrir þeim, þeir eru náttúrulega bara, ég held að þeir sé nú bara að fylla bekkina. Þeir eru að því. Það hefur nú verið flott að vera með Róbert Óra hana fyrir seinni leikinn sko. Talandi með slík, þá er hann náttúrulega líka meiddur, en ég meina að þú veist, ég held að hugmyndir hafa verið svo að vera feskir og þú veist koma, en þetta er náttúrulega kannski líka einhvers konar óhefni á þessum tíma. Atli Jónasson, er hann meiddur eða risinn? Ég held ekki, ég held að hann og Stígur Diljón hafi bara verið ónotaði varmenn í gerð. Fannst ykkur ekki flott þegar að Sölvi hljóp og náði í boltan á 94. mínútu? Við erum búin að sjá þetta í svona 100 ár þar sem að þjálfara láta boltan skoppa svona í gegnum sig og er ekkit. Þá tók bara Sölvi og straugið bara, ég ætla að skora þetta 3. markið. Kom það ekki óvart? Grótarður. Mjög vel gert. Eða þú veist ekki, mjög vel gert, eða þú veist, mér finnst það bara áhugavert. Ég hef aldrei séð svona, ég hef aldrei séð þjálfara að gera svona áður. Nei. Það sem hann rauk bara og sótti boltan samt 2-1 yfir í leik sem að, einhverjum myndi segja við engan rétt á að vinna. En, næsti leikur, setni leikurinn er á 50-daginn. Hvernig meturðu líkur? Er þetta 10% líkur, 15% líkur, kunni ef þú bara svona ert mjög sanngjarn? 30? 30% líkur, já, það er. Ég tek því. Á að fara áfram? Já. Já, 30-35, eitthvað svoleiðis. Það væri meira. Hvað segir þú? Já, bara svona jafnvel hærra sko, 40%. Já. Fer upp í 45. Sjáum hvað veðbankarnir segja. Segja alltaf rétt. Já, þetta var aðeins svo var það ekki. Þarna er þetta. 24% líkur. 24% líkur, já. Ég er nú ekki langt frá. Nei, það er samkvæmt Nei, 39% líkur. 39% líkur. Við erum með jafnmikla líkur og Molde sem að töpuð 1-0 heima fyrir Shamrock Rovers. Já, ég ætla ekki að lega mér á svona, Bjartsín. Af hverju ekki? Af því að ég veit bara grísk lið og tyrknesk lið eru allt öðruvísi á heimavelli. Og þannig að andinn er meiri á heimavelli? Nei, það er bara, ég er búin að horfa á fótbolta í öll þessi ár og ég er búin að fylgjast með grískum og tyrkneskum liðum og ég veit nákvæmlega hvernig þessi bolti virkar. Andinn meira á heimavelli? Nei, það er bara eitthvað sem gerist. Andinn og engin andi. Andinn færist yfir þá. Já, það færist einhver andi yfir þá. Ég er búin að horfa á Tyrkin að koma en yfirleitt lélega til Íslands. Svo unnið orgur reyndar núna síðast í haust. Ég held að flest allar, bara þjóðir hérna í austurhluta Evrópu sko. Séu betri á heimavelli? Já, engin spurning. En meira áttar Víkingar, við vorum að setja punkt bak við þetta. Hittum svo upp fyrir seinnileikin alla næstu viku. Gott maður reynir ekki að henda sér eitthvað nær svæðinu, eitthvað nær Aþenu. Það er ekkert heitt í Aþenu núna. Þannig að það er ekkert að pæla í einhverju slíkum X-faktor. Það verður bara einhverju solid 10 gráður þegar að leikurinn fer fram. Við skulum kíkja á aðra Evrópuleiki með Tort. Já, Tort eru þeir sem að tortíma áhyggjum fjölskyldunar þegar að slys ber að garði
og ef að þið hafið lent í umferðarslys eða einhverju slíku á síðustu 1,5-2 árum eða hvað er langt síðan, þá hafið þið samband við Tort og þeir tortíma þeim áhyggjum. Við skulum skoða þetta aðeins. Elías var á bekknum hjá Midtjylland sem tapaði fyrir Real Sociedad. Góðu fréttnar úr þeim leik hins vegar þær að Orri byrjaði. Já, það er bara mjög gefið í raun og veru því að þetta er náttúrulega leikmaður sem var með dönsku deildina í chokehold í nokkra vikur áður en hann var seldur til Real Sociedad og þeir díluðu illa við hann en Orri kosti ekki að blaða en Real Sociedad voru betri en oft áður sem maður hefur séð í síðustu leikjum hjá þeim. Það var svona aðeins frískara framhávið hjá þeim og góður þessi Bryce Mendes. Já. Skoraði fyrsta markið eftir bara mínútu leika. Hann var eitthvað orðað við Saudi boltan. Elías vonandi dettur inn því að Jónas Lössl fekk ekki góða dóma fyrir sinn leik í þessum leik. Það voru fleiri leikir. Ajaxun sinn leik í Evrópudeildinni. Union. Union Sinkalen, franska, belgiska lið. Mourinho vann 3-0. Heldur betur. Porto Roma 1-1. Twente tók Galatasaray 4-1. Áhugavert. Já, það er mjög áhugavert. Og Twente tók Bodo Glimt 2-1. En þar, talandi að gýrast á heimavelli, það einvígi galopið. Bodo Glimt getur vel farið áfram en þetta var svekkjandi mark sem þeir fá sig þarna á 9050. Ricky van Volswinkel. Heldur betur. Kannski ef við kíkjum á sambandsslitina á töpuðum Molde á heimavelli fyrir Shamrock Rovers. Já. Og eins og þú sagðir á hann, Heidenheim unnu Kaupmannahöfn 2-1 á útivelli og Antoni bauð upp á sýningu í Belgíu þar sem að Real Betis unnu Gent 3-0 og okkar maður Sá var að koma tilbaka. Já. Það er bara svo lis. En af hverju fann hann sig ekki hjá? Ég hef alltaf verið á vagninum. Hann bara, ég held líka bara svona, hann átti alltaf erfitt uppdrátt bara út af þessum snúningi sínum. Ég held að það hafi verið eitt af þessum að pirraði fólk. Hann alltaf byrjaði þetta ótrúlega með þessu fræga marki á mútið Arsenal og einhvern veginn þetta virtist allar, dyr opnar en svo einhver lokaðist eitthvað og svo lendir einhverjum málaferlum hann fyrir utan fótboltan og þá gott að geta aðeins kíkt til Sevilla. Andri spilaði 80 mínútur líka. Herri Eyþór, þú ert búin að vera að spila meistaraflokksfótbolta í mörg ár og yngri landslið og allan pakkan. Hefur aldrei verið nálægt í að gerast pró? Fara út? Já. Engin að eftir byrja völuðin? 2022 tímabilið. Það var annarkvort Breiðablik að það var eitthvað lið í Svíþjóð. Eitthvað lið, manstu ekki eins og hvað heitir? Ég man ekki eins og hvað heitir, það var ómerkilegt En nei, þú veist. Var það Ottvitaberg eða eitthvað svona? Það er bara eitthvað hannig, bara Laskar Boys eða hvað hann heitir. En nei, það er svona, jú, það er alltaf verið einhver áhugi, tannilega, alltaf. Það var hérna 2022 en ekkert mikið meira það, veit ég hvað áhugi fyrir langt, Já. Algjörlega, ég meina við erum að hlusta á þessi lög núna bara aðeins það sem að þeir gera, þú og Luigi og svo Kristallin líka komið þeir kannan á þessu meira frelsi, The Remix? Nei. Louis hann söng inn að þetta getur orðið anthem já, þetta er generational anthem en þið verða átt ykkur á því að en Louis er öllum stærstu lögunum í dag hann er bara kongurinn í dag í tónlistabarsanum hins vegar er þannig að þið átt ykkur ekki á því að besta lagi með Mesters Club þið er ekki ennþá búin að kveikja því þetta er See Me Now með Haffi Haff er þar ég er að fara eftir upp í stúdíó og gera þetta þú ert að fara að gera remixi af því You had me at Haffi Haff Haffi Haff var unplayable þarna svona í kringur hrunið hvernig ætlum við að gera Æsverlægið? Það fer að styttast í það já við erum að klára það við erum að klára Æsverlægið að sjálfsögðu og Bond til þess að syngja hérna já það skulum við ekki gera Nei, ég held að hann sem er vestursöngurinn af okkur í nokkarunum ég myndi freka þú getur að góður í falsetto já, ég get alveg við ekki það fæ tón ég tók náttúrulega á hann með About You Now mitt Sugar Peps
Löðrið Ég tek það í fullri lengt svona eftir árs Löður sér að halda bílnum hreinum, þykistu vera stjarna, hvort sem er popstjarna eða fótboltastjarna eða stjarna í þinn eigin fjölskyldu, þá skaltu vera á hreinum bíl og Löður sér það 50% af auka bíl, getur keypt áskriftina í appinu hjá Parka. Eggert Aron Guðmundsson sem var nú einn allra besti leikmaður Íslandsmótsins 2023 og spilaði með Elfsborg á síðustu leiktíð, hann á leiðin til Brann. Munur reyndar ekki fá tilkynningu frá Brann á Twitter það á X-inu því að þeir eru farnir þaðan. Fólk í Bergen ábyggilega álíka leiðilegt og við Íslendingar því að upprunalega komum við öll frá Bergen nema ég. Völerinn ekki heldur reyndar. Völer, þú ert eitthvað Ungveri eða eitthvað? Nei, Þjóðveri. Já, svona Ungveri lúka. Já. Ég séð 100 Ungverja sem líta út alveg sem þú. Já, ég svona mjög líkur Dominic Szoboszlai. Ég fengi það oft. Og Lord Farquaad í Sre. En Matti Dalmæ. Já, Matti Dalmæ. Eggert náttúrulega spila með honum í 21. landsliðinu. Er hann generational talent? Hann bara náttúrutalent. Og svona, hann þarf kannski aðeins að móta hann. Já. Það bara tók aðeins og stórt skref hérna í Elfsborg en ég held að þetta sé bara frábært skref fyrir hann núna að fara í Brann. Er Brann minni klúbburinn Elfsborg? Gunnar? Ekki. Brann minni klúbburinn Elfsborg? Já. Það myndi ég ekki halda nei. Lið sem er í topp 3 í norsku úrvalsdeildinni myndi ég halda að vera ekki minni heldur en Elfsborg. Síðan náttúrulega sænska fótboltan undanfarin ár tók hann of stórt skref í Elfsborg. Ok. Það var lið sem var í öðru sæti í allsvenskan árið á mæti. Já, þetta er náttúrulega, hann fer náttúrulega út sem í raun og veru bara... Er hann ekki að fara niður á við núna? Nei, það myndi ég ekki halda nei. Er ég frábært múf í honum þá? Ég myndi segja þetta er náttúrulega auðvitað stórkostlegt múf fyrir hann því hann hefur náttúrulega lítið komið við sögu í Elfsborg, því miður. En ég skil ekki alveg í hvað heimi þetta er of stórt múf að fara úr því að vera einn besti, ef ekki svo besti í íslensku deildinni yfir að fara í Elfsborg og hann var náttúrulega keyptur á rosalega peninga sem að hefði haldið að þeir myndu gera allt hvað þeir geta til þess að fá hann í gang. Særu stráka fyrir að fara í þessa toppliði í Norrlöndunum í dag, í bestu leikmennir í bestildinni eins og þú veist Elfsborg. Þeir eru náttúrulega bara einu leik frá að vinna þetta þegar hann mætir sko. En já, ég held það. Ég meina Höskuldur Gunnlaugsson, Aron Elís, þú veist þessi strákar, já. Þetta allir fara Já, þetta er strákar 30. Já, en ertu að tala í yngri leikmenn? Já, bara sem getur komist í lið þarna. Við höfum séð náttúrulega strákar. Ég hugsa til þess að Gísli Gotti hefði alveg getað tekið þetta skref. Ég held að það hefði alveg hendað fyrir hann. Hann velur að fara til Póllands. Fleiri leikmenn? Já, ég held að það sé alveg möguleikið því, já. Hendar ekki England bara vel fyrir okkar íslensku stráka? England? Stockport, Crispy. Stockport, já. Fara bara í 3. deildina og harka eins. Og taka þetta Óli Watkins liðina. Eða Jamie Vardy. Þetta er ómikið bómull í dag. Það er bara svolítið. Þú veitir að sjá það sem að býður Benoni að núti. Hafsendarnir sem eru að mæta honum. Þeir eru ekki mættir hann til að leika sér. Ó nei. Þetta er ekkert endurskoðandi bara í KPMG. Þú er ekki það að kíkta á Jassa í Grisví? Nei. Hann nefndi það við mig daginn. Þeir talast ekki við í dag. Nei. Hann nefndi það við mig daginn. Hvað ætlar að kíkja á hann? Nei, hann nefndi við mig að þú er ekki búin að koma. Já, ok. Ég er alltaf á leiðinni. Sagði að það væri skrítið. Smá ráðlegging til þín, Eyþór, af því að ég veit að seðlarnir eru að koma hratt inn ákvarðat núna en svona tekjustreymi mun ekki halda áfram að eilífu. Þannig að þú getur byrjað að spara hjá Auði sem er dóttir Kviku á innan við 2 mínútum. Og í guðana bænum legðu til hliðar því að svona peningar streymir ekki inn í kassan góða að eilífu og þegar kasslófið er búið þá er gott að geta hallað sér að góðum sparnaði og það þekkjum við Gunnar báður 2 minkandi kassló kallar á sparnað Ég skal segja það að ég hlóð niður appinu í seinstöku. Já, þannig að þú byrjar að íhuga þetta og þú ert næsta skref að leggja inn á þetta. Frábæra vextir. Ég þarf ekki að hugsa lengra tilbaka heldur en 2020. Ég er náttúrulega einyrki og verktaki. Þannig að þá þurftum maður að huga vel til þess að láta Þú 26 ára þá enda mæta saman. Áttur þú sparn á 26 ára? Nei.
Það hefur verið rosalegt. Það hefur verið gott svona. Öðru hverju koma fram öflugir ungir leikmenn og krakka sem eru þess verði að fylgjast með og við svo sem höfum alltaf forðast að ræða kannski börn, það að segja ég er ekki mikið að tala um leikmenn á N1 mótinu sem að slá í gegn því að það svona móralst kannski ránt. Já. Það komin hansi skemmtilegu leikmaður í Breiðablik sem núna mjög eftirsóttur í Hollandi og víðar. Þór Vilhelmsson. Þór Andersen Vilhelmsson, já. Virkilega skemmtilegur leikmaður. Og hvert hann að fara? Hann að fara út til Groningen í Hollandi, þar sem bróðurinn spilar. Var á reynslu hjá Malmö, fóru þar 2 eða 3 blikastrákar og já, hann bara búinn að vera, hann í 3. flokki núna og fæddur árið 2009, strákur. Náttúrulega bara mikið talent, góður í fótbolta og hann á alveg skilið þessar 2 myndir sem hann að fá hérna. Hann það góður. Já, hann á það. Hefur séð hann strák? Hann á það alveg. Ég hef ekki séð hann. Nei, nú spyr ég, hefur þetta bræðrakonsept virkað? Þú veist, Hákon Haralds og Haukur Haralds í Lill. Já. Hann staðfest að fara í Groningen sem sagt? Nei, hann bara að fara á reynslu. Það var það einu sem ég sagði. Já, ok. Nei, það ekkert staðfest í þessu. Nei. En ertu að tala þá bræður sem hafa náð árangri? Nei, sem fara saman í einhver lið. Þetta er góð pæling hjá þér því að við sáum eins og það gerðist en gekk þetta vel hjá Genk þegar að Jói Karli Dotti og Bjarni, þú veist eitthvað. Það gekk ekki aldrei Arnór og Bjarki saman í sama lið í atvinnumennsku gekk aldrei upp. Nei. En heldur þú að Haukur Lárus Orri fekk Krissa bróður sinn það Krissi meikaði ekki í Stók en átti stórkostlegan feril eftir það í Brann. En ég meina, en Haukur Andri Haralds náttúrulega klálega stærra nafn en hann var áður en hann fór frábær hann er mjög góður. Já, ég enginn að tala um það, við erum bara að tala um sko virka þetta? Ég meina tíminn verður að leiða það í ljós. Já. Hann er komin á sama stað. Hann er komin á sama stað. Já, en hann er komin á sama stað með töluvert meiri reynslu og kemur í allt annað hlutverki í ráð fyrir. Og þegar hann fær annað hlutverki og ég þá... En þetta ekki vonbrigði? Valur Gísla og Stebbi Gísla fór saman til Arsenal. Já, þetta we're on to something hérna. Þetta gott völir. Það einhverjum pælingar hann. Ég kann að metta þetta. Þetta svona... En ég meina, þetta ekki bara... Hvað minnið? Ég meina, Bræður eða Freyr að sækja Eggert Aron til Brann? Eða Erik Horneland hefði sótt Eggert Aron til Brann eða? Mögulega. Hann er pottur á blaði hjá þau. Ok. En ég meina, Freyr sem frábært rekord að ná í Íslandika. Þannig að eðlilega treystur honum fyrir því. Það það sem ég að segja. Þetta verður að sjá svolítið hvort annað við erum bara 300.000 manna þjóð, sko. Við erum bara 400.000. Þú og Sævar myndi fara út í einhver akademi, það myndi ekki lifa lengi, sko. Nei, hann var alltaf betri íþróttamaður og Ólympíufarinn? Já. Heldur betur. Svo það hinn. Það ólympíufarinn og hinn eins og mann segir stundum. Þeir sárnar að reynda svo orðræða. En förum í íslenska knattspyrnu með Kjarnanfæði og Kjarnanfæði auðvitað sjáum allan mat á Þorranum. Já, ég ennþá að þreyja Þorran. Ég hef ekkert séð. Átt þú einhvern Þorrabakka eftir? Já, ég með Þorrabakka, hann er út í bíl. Ég alltaf með þetta að Þorramat út í bíl. Hann liggur þar. Ég mista öllu Þorrablótunum, ég út í Zagreb. Já. Heyri, Þorri, talandu Þorra. Þorri er komin í Stjörnuna. Það bara flott move. Ég svo sem bjóst ekki við því að hann yrði komin hingað aftur þetta leiti, sko. En frábært fyrir Stjörnuna. Fá inn þessa dalvísku geðviki í sitt lið. Reyndu dalvíkingar að fá hann? Neitaði hann Herði Snævari? Nei, ég hugsa nú að hann hefur kannski ef hann hefur farið á fund með Herði. Hann aldrei geta sagt nei. Herður að umturna fótboltanum á Dalvík. Hann að... Maður heyri góða sögur. Já, ég hef heyrt svakalega góða sögur. Heldur betur. Kannski þetta er áhugavert að Þorri sé komin hérna. Gylfi Sig er mikið orðaður frá Val þessa myndir og ég menna að það hefur verið að tala Breiðablik og Víking fyrst og síðast. Ég held að hann væri svo sem farinn í Víking og Arnar Gunnlaugsson væri ennþá þar. Það er svona mín skoðun á þessu máli. Sko, hvað myndið þú gera ef þú væri Gylfi Völlur? Ég myndi vera áfram á Val, sko. Það er bara svo Þú getur ekki unnið þar. You can't win. Akkur ekki?
hefur ekki séð Rocky myndina þegar konuna segir you can't win, hann reynda mann síðan en you can't win Akkur ætti þeir ekki geta unnið? Sástu úrslitaleikin í Reykjavíkurmótinu? Hefur séð Valsmenn? Ég reyndar, já. Það var ekki gott. Nei. En þú varst svo sem að spila móti Breiðablik daginn. Hvernig voru blikarnir? Bara eins og þeir eiga að vera í janúar. Allavega ekki. Febrúar. Já, allavega ekki gott, skilur. Allavega ekki gott. Já, ok. Þeir töfum móti Fram líka daginn og Þú veist, það er ennþá febrúar, sko. Já, býtu, það er bara 1,5 mánuður í þetta. Þetta er að bresta á. Strákar á tætana, þetta er að bresta á. Þetta er að byrja núna. Þetta er að byrja núna, skilur. Ekki í janúar. Þú er búin að spila, sko, ef ég horf á þig hérna, þú varst að vera 23 og núna er lók síðasta mánuð. Þú er búin að spila fyrir nánast öll liðin í topp 6 á Íslandi. Ef við skoðum topp 6 á Íslandi í dag. KR, Skagan, Breiðablik, hvað meira á topp 6 liðin? HK. Ég meina, á hverju þú komið fyrst til? Er tónlistin að þvælast fyrir þér? Nei, ég myndi ekki segja það. Þú veist, 2 röng skref, svo sem, og taka 2 skref tilbaka og þetta er gaman góð klísjan til þess að fara 3 aftur. Svo ætlar raðinn í sumar? Já. Ég fíla það. Rámt skref, hverjum er ekki drullu sama eins og Auðun Blöndal söngum árið. Já. En ég kem aftur í október og þá ég mættir aftur bestildina. Já, ég hef fulla trúið því og stundum þarf bara að fá að fara aðeins niður og raðinn mörkunum. Ég held að ég sé ekki búin að vinna leik bara í 3 ár, sko. Þannig að ég þarf að vinna leiki. Já, og hann státtur mikið með HK. Já. Mikið að leikjum unnir þar. Nú, það eru þetta Lengjubikarinn helgina, kunni minn. Mikið að skemmtilegum leikjum. Hvað er svona tilökun þín? FH afturhelding er í kvöld klukkan 8:30. Það er bara hörkuleikur og maður sér að framtíðin, hún segir að þetta sé bara nokkuð jafnt, svona þannig. Ég meina Fylkir Fram, það er sömuleiðis áhugaverður leikur. Ég heyrði frá F-fáingur vinum mínum að Rósinörn hefði mætt pattaralegur til landsins en þá sagði ég nú bara eins og Eyþór Völler, vinur minn. Það er nú bara febrúar. Senda bara í fitnessport, hættur ekki sko. Já, bara beintið svafas í fitnessporti allt saman. Sko Káa Breiðablik, Káa hafa verið í smá ströggli, gera jafntefli við Völsung og vinna Njarðvík 1-0. Sáleikur í Boganum á morgun. Já, Keflavík IBVF, Ía Valur, það er ýmislegt í gangi og nóg að vera sko. Þannig að þetta er skemmtilegur tími. Já, þetta er skemmtilegur tími. Ég ætla að fara í sófan allavega þegar Ía og Valur spila. Ég segi ykkur að vera í sófanum, við ætlum að fylgjast vel með Lengjubikarnum líka í Dogzone á morgun, Dogzone klukkan 3 á morgun, verðum ekki bara í enska boltanum, þýska boltanum, ítalska boltanum og spænska boltanum, heldur líka að sjálfsögðu í Lengjubikarnum hér heima á Íslandi. Og með annað auga kannski á skíðaskottuminni. Og annað auga á Gunnari Birgisson sem verður að lýsa skíðaskottuminni. Þar heyriði mann með þekkingu, Gunnar Birgisson. Já, sá íþróttafréttamaður í dag með mestu breiddina, hann byggir á breiddinni, hann þekkir allt handbolta, körfubolta, skíðaskottum, göngu, fótbolta, blak. Talandi blakið, herðu, smassbræður. Þið eru að fara að draga? Við erum að fara að draga í Final Four live á X97 á miðvikudaginn, 11:30. Þið þurfa að hafa mig í spennutreyju meðan þetta er í gangi. Já, þú ert með bæði hákáliðið í Diranesi. Eftir vonbrigðinni fyrra, bæði hákáliðin í ár. Ég laustu að ég reisi tjaldbúðir þetta fyrir utan Diranesi og ég held ég verði bara í Diranesi þessa helgina. Þetta er kjöris helgin. 7.–9. mars. Tek völurinn með mér. Ó já, ég reynda vill ekki sjá Tómas Stendos. Nó, býtu. Já, hann var raunaði mig í útvarpstöðum daginn. Hann er ekki á vagninum, því miður. Hann tekur enga fanga þessi strák. Já, hann kallar ekki alltaf ömmu sína. Alltaf á undir 0,5 fangar taken. Heyri, við kíkjum í enska boltan að sjálfsögðu með OK. HP fæst hjá OK. Ert þú með þinn business í gangi? Þá færðu þér HP frá OK. OK elskar tölvukerfi. Arsenalmenn elskar meiðsli og núna er þetta einhvern veginn að verða búin að vaska þessu sísoni eiginlega, já, náttúrulega bæði með spilamennsku en líka í meiðslunum. Gunnar Birgis
Kai Havertz kemur þarna síðasta sumari og bara hefur staðið sér fínt. Ég held að ég búin að skoða 9 mörk í Premier League í ár en það var svo sem vitað að það var ekki hægt að stóla á hann meiðist bara eins og gengur í gerist. Við förum bara sér í krútmettið. Hvaða leikmenn hafa virkilega náð að styrkja ykkur kannski í síðustu 3-4 glukkum? Ef við bara segjum hlutina bara nákvæmlega eins og þeir eru. Júrian Timber, Hann auðvitað búin að vera mikið meiddur. Júrian Timber, Declan Rice. Já, Declan Rice er náttúrulega mjög gott tímabili fyrra, engin spurning. Trossard búin að vera faithful servant. Já. En Calafiori? Calafiori búin að vera góður í þeim leikjum sem við erum að spila. Jorginho? Reynst vel þegar að áþarf að halda. Mikael Merino? Ekki góður. Kivior? Ekki góður. Gabriel Jesus of mikið of grófar hæðir og lægir. Hann bara getur verið með. Hann átti náttúrulega gott tímabili fyrra þar til að meðist. Við slum bara segja hlutin eins og þeir eru. Sinchenko, óvinsæsti maðurinn á Emirates. Við fundum það nú þegar við fórum hann saman. Já, ég get tekið undir það. En þetta er allavega þannig að þetta er ennþá einhver möguleiki. Þegar 7 stigum eftir Liverpool-liðinu verða að vinna Leicester helgina, verða það ekki bara kósí? Jú, ég hugsa það. Sko, ég samt sem áður, þá skil ég ekki alveg umræðina að því að, sko, við rættum það hérna sérstaklega bara síðasta föstudag. Þá var Kai Havertz nefndur og það var hlegið og gert grín og eins og þér og Hjamma einu með lagið. Já. Hvað breyttist þá? Ég meina, jú, hann það er bara enginn til þess að vera frammi núna. Nei, en Kai Havertz var ekki nægilega góður í síðustu viku, svo meðist hann og samt minkað titillíkur Arsenal. Það er enginn til þess að vera frammi, hann stóð þó allavega þarna frammi. Ég hugsa að þetta sé bara tækifæri fyrir til dæmis leikmenn eins og Ethan Van Neri og Raheem Sterling til þess að stíga upp. Nú gárungatir að tala að Mikael Merino geti mögulega verið settur þarna fram. Ég eftir að sjá það gerast. Ég hugsa hann byrja með Sterling, Trossard og Van Neri fremstu 3 á morgun og það verður bara fróðlegt að sjá. Þetta eru svona kannski 3 leikmenn sem að Trossard hefur oft verið backup fyrir Martinelli til dæmis. Martinelli out, Saka out, Jesus out. Að Trossard og Sterling, þetta eru bara svona leikmenn sem að nú fá þeir bara svolítið lyklana og Sterling þarf ekki að vera eitthvað að pæla í því að vera tekin út af eftir 50. Viltu ekki bara kalla og segja skila lyklunum takk? Skila lyklunum? Bara, þú veist, þú ert ekki að vera að láta þá að hafa lyklana, sko. Jú, við verðum. Nú neyðist þú að hafa lyklana. Já, þeir verða að gera það. En Leicester eru að treysta á 38 ára gamall maður sem er jafn gamall held ég og Teddy Ponsa. Ég myndi ykkur ef við varum með eitthvað fótbollalið í gangi í dag og við varum að treysta á að einhver endurskoðandi myndi skora mörkin fyrir okkur. Þú veist, ég held að Jamie Vardy og Teddy Ponsa, þeir eru báðir fættir 87 og sko Vardy er með þess að eldri en Ponsan. Já, ég meina, Leicester eru því miður. Hann er þó allavega löggiltur markaskórari. Já, svona ekki fara að ræða löggildingu og allt þetta. Nei. Sko, Leicester eru búin að tapa síðustu 4 og heima á þess að skora. Þeir eru bara því miður, þeir eru bara aðeins of litlir fyrir þessa deild og eins og með Arsenal að þá skortir það á breidd og gæði fram á þið, sko. Heldur betur. Sko ef við skoðum bara fleiri leiki, Brighton og Chelsea mætast, þetta er náttúrulega 2 lið sem hafa verið algjörlega skelfileg síðustu 2 mánuði. Sorg að segja að Chelsea er að verða 2 mánaða gömul. Nicholas Jackson verður fram að vori. Mikil meiðsli líka hjá Brighton. Já, mikil meiðsli en ég held að verður þetta ekki klassíska. Annar liði vinur bikar, hitt liði vinur deild. Já. Það er ekki þetta klassíska. Jú, skipta það svo milli sín. Það er eitthvað til í því. Já, en sko ég kannski ekki sammálaði að Brighton hafi verið skelfileg. Hvað er unnið á síðustu 10 leikjum? 1-2. Það er náttúrulega tóku Manchester United eftirminnilega á Old Trafford 3-1 sko. Já, en þú veist það var eini sigurinn þá í janúarmánuði held ég. Nei, það er ekki rétt, þeir tóku náttúrulega Ipswich líka vikuna þar á endan þannig að og þeir aftur, þeir hafa ekki verið mikið að tapa leikjum. Við skoðum bara eins og þeir hafa ekki verið mikið að tapa leikjum. Já, þeir bara vinna allt og fá leiki. Já, en það, ég meina, það að gera jafntefli við Brentford, Aston Villa og Arsenal 3 leikjum í röð er kannski ekki eitthvað sem að En þú tapaði 7-0 fyrir Nottingham Forest. Það var leiðilegur leikur. En ég er bara svo mikið, ég er svo hrifinn af Hurseler.
Já, það sérstakt en, Af hverju það sérstakt? Ég bara veit það ekki Ég finnst bara geðveikt að sjá unga þjálfara vera að ná þessum árangri með þetta lið sko. Ég veit ekki hvað árangur þetta en, Ég meina hann Sjáðu liðið sem hann er með Hann er frábært lið Þetta eru góðu leikmenn sem hann er með Í Brighton er með góðu leikmenn Sjáðu leikmennin sem hann vantar Já, það líka ábyrgð þjálfarans Velbegnar er að tóra hana. Já, heldur betur, kongurinn Kannski eitt flottast 3 leikur sem við fengið í háaherrast tíð Manchester City Newcastle klukkan 3 á laugardegi þetta svona yfirleitt alltaf sjónvarsleikur en geggjaður leikur þarna á Etihad vellinum ég ætla að segja ykkur að Omar Marmoush er að fara að skora þarna það verður áhugavert að sjá hvað Newcastle gerir kannski að Newcastle fari bara að setja leikmenn í bómul fyrir bikarúrslitaleikinn í mars en við svo sem komumst að því betur og á sunnudeginum þá er þetta leikur Tottenham og Manchester United klukkan 16:30 og klukkan 2 er það svo leikur Liverpool og Úlfana Er Tottenham Manchester United er þetta bara áttunum hvort stjórinn heldur sætinu? Nei, þetta er bara áttunum það að gleðja sitt fólk og halda fram að gera góða hluti er það ekki stundu sögðanig Það sé ekki langt síðan að leikur United og Tottenham hafi skiptið litlum eða svona þannig Jú, já, en það er alltaf 3 stig undir og Montiréttur þannig að það menn verður átt að segja á því Matti Dalmæ verður á þessum leik heldur betur ef að tippa á þessu leiki Gunni fyrst og svo er það Eyþór Völler Brighton Chelsea Amor er kóðin þú fyrst ég fyrst, sorry 1-2 Chelsea Já, 3-1 Chelsea Það fyrir mig í laugardaginn Leicester Arsenal 0-4 Arsenal 2-0 Arsenal Aston Villa Ipswich 3-1 Aston Villa 1-0 Aston Villa Fulham Nottingham Forest 2-2 1-0 Fulham Manchester City Newcastle 2-0 Manchester City Man City brotni 2-2 Southampton Bournemouth 0-4 Bournemouth Já, 2-0 Bournemouth West Ham Brentford 1-1 Þetta er marka leiku 3-3 Vá Var ég búið með Crystal Palace Everton fyrir ekki Þetta er 0-0 leikur Þetta er 0-0 leikur Já, Everton 1-0 Þetta er svakalega 0-0 leikur Já Ef maður pælir í því Liverpool Wolves 4-2 Liverpool Þetta verður skrítin leikur Mjög 2-1 Liverpool Wolves kennst yfir Tottenham Manchester United Ég ætla að segja 3-2 Tottenham Steindautt 0-0 játufli Nei Það verður áhugavert að fylgjast með þessum leik Við slum eins og halda áfram Slum velja vinnera og lúsera þessara viku Einar Á er hinn eini sanni vinner í íslenskum byggingariðnaði Þín tækifæri eru þeim hvatning til að gera enn betur Sumir segja varist eftirlíkingar en þeir bjóða öllum velkomin að vera með í bransanum Besta slagur í íslenska bransanum sko. Já, þín tækifæri er okkur hvatning til að gera betur Engin spurning, Wonder Vibes vantar að ná okkur upp, já og vinnuljósin góðu, þetta er allt saman til hjá vinnum okkar í Einari Á Drengir, þegar þið hugsið þessa viku aðeins tilbaka þá er klár vinnir væntanlega Kjartan Atli Kjartansson Já, klárt og allt hans lið Ég ætla að fá að vera með rísa hérna vinnir Ég ætla að segja Óskar Örn Hauksson Óskar Örn Hauksson er eitt besti fótboltamaður efstu deildar frá upphafi er eftir því sem ég hef heyrt hættur í fótbolta og hann fer úr leiknum sem einn af 2-3 bestu leikmönnum sögunar og við munum gera því miklu betri skil hér hjá Dr. Fútból Óskar einstakur leikmaður sem að hafði svo margt sem að og hefur ennþá sem að ekki allir hafa haft í íslenskum fótbolta hann hefur haft þess að tækni, skot svo allt í hennu gerist hann hörku skallamaður þarna á tímabili og búin að raða þeim inn bara frábær leikmaður stórkostlegur leikmaður alltaf í standi, alltaf klár
Hann í frábær standi. Ég spila á mótunum og hann bara líka í betra standi en ég, sko. Heldur betur, eru fleiri, ég ætla að Sölvi að sjálfsögðu vinnir. Sölvi, já, klárt. Sölvi Óttisson, Sölvi Geir Óttisson það. Við erum að venjast í að segja ekki Arnar Gunnlaugsson þjálfari Víkings, þannig að Sölvi þjálfari í Víkingar. Kári Árnason, skrifstofan hjá Víkingum. Hún vinnir líka. Tarkowski fyrir að neglunum upp í þækið vinnir. Mjög stór vika fyrir Tarkowski. Ég ætla að segja Luke Littler fyrir að vinna Premier League darts í gær. Ég ætla að henda honum á vinnir. Já, undir 5-1 vinnur 6-5. Já, ég ætla að setja Serena Williams fyrir The Crip Walk. Þegar ég held að ég var einn að Crip Walka út allt, sko. Búið að fara yfir þetta sjó hana? Búið að krifja. Já, búið að fara yfir það. Sumir sáttir, aðrir ekki. Ég og Chris Acox vorum ekki sáttir. Ég allavega ekki sáttur. Ég hringdi í Acox. Nú beef milli hans og Kela. Keli Kendrick maður. Já, Eikos dregmaður. Eikos rosalega dregmaður, sko. Þannig að það a beef. Eru þeir byrjaði They beefi? just started a beef. Já, hann gerði svona mynd af svona ógeðslegum högulausum manni sem áttu að vera Keli. Ég Kendrick maður. Svona bara þið veitir svona, það ekkert verið en högulaus maður. Þess vegna fullt að liði búið að spyrja, má ég fá svona högu? Statement högu. Extra spicy ef að Njarðvík og Valur myndu mætast í úrslitakeppninni, þá er spicy. Herru, Siggi Ingimundar vinnur eftir að líta alveg eins út og þegar hann var síðast í boltanum með sömu hárgreiðslu. Og hann náttúrulega búinn að taka við báðum liðum, kalla á hvernig liði Keflavíkur í korunni. Lúserar eitthvað. Ég ætla náttúrulega að henda Blaksamöndinu á vinnar fyrir að taka þessa skemmtulega ákvörðun með okkur smásparirum. Já. Lúserar, veist, ég meina auðvitað var þungt að sjá Ingrid Landmark Tandravold fara í refsirhinginu í bóðgöngunni og vaska þessu fyrir Nóri. Það var ekki gaman. Það var ekki skemmtilegt. Ég meina Arne Slott og Curtis Jones missa þarna aðeins hausinn. Þeir missa aðeins hausinn og það reyktir aðeins í stóðum en ég hef verið svo ánægður með Slottar nefnilega. Minnst hann töffari, sko. Já, hann bara, þetta var derby. Já, og þá eru menn með tilfinningar. Það er í lagi. Það held ég. Lagi að vera með tilfinningar. Herðu, ef ekki að fara í neyða já með Iceware. Hér liggja sko spurningarnar. Heldur betur Iceware með nýja risa búð í Kringlunni. Við ætlum að fá spurningarnar góðu hérna fyrir framan mig. Jæja. Nóg af þessu í gangi. Magnús Hilmar spyr einfaldlega það sem að margir að pæli Húba Búba X Gunni Leður fjarlægur draumur, nei eða já? Hvað Gunni Leður? Það bara eitthvað. Já, ef þetta þín eða þú. Já, ég búinn að beðið að koma og syngja lag. Það bara svoleiðis. Það bara svoleiðis. En þetta mun gerast. Þetta mun gerast, já. Tindastóll búinn að vinna titilinn í ár, spyr Björn Kópi Einars. Já, þetta lítur mjög vel út. Við getum alveg orðað þannig að ég ætla að segja þetta já. Það held ég. Gísli Jörgen segir, ég veit að Gunni rassakall en völurinn rassakall. Takk fyrir flotta spurningu. Fyrst og fremst rassakall. Það bara svoleiðis. Enga svalir. Það bara svoleiðis. Svalirna mega að bíða, segja ungu strákarnir. Nú mun Diego Costa reyma sig markaskóna fyrir Arsenal, spyr Hjálmar Aron. Hann svo eini sem laus af svona einhverjum alvöru free agents. En nei, ég held ekki. Nú kemur Völer til Húsavíkur til þess að tapa fyrsta mess, ef ekki, hvar var hann þá? Spicy. Ég fer og líklega tek 3 stig með mér heim. Þú ert alltaf í því að taka 3 púnta með þér heim. Telur på bókanum á endanum. Og telur på bókanum. Gunnar Birgir svona íhuga frambóð í kraganum fyrir þann elsta og virtasta, spyr Sigurjón Jónsson. Þurfu ekki að samla kraft okkar í pólitík? Getur þess að gera það. Ég er ekki íhugað þessu staðinu núna, en oft getur ýmislegt breyst. Hafa menn ekki komið á máli við því? Ef ég á að segja alveg sér, þá hef ég ekki brjálæðislega mikið náttúrulega að fara að festa mig þessu. Bjarni Ara með comeback ársins? Bjarni Ora, eins og ég kalla hann. Unmatched Ora. Þetta er bara unmatched Ora. Ekki spurning. Ég er að fara að dælin atkvæðanum helgina á minn mann Bjarni Ara. 20 hér. Sónu minn ekki fan. Nei. Ég meint 6 ára. Vibe. Hann ekki Bjarni Ara maður og ég mikið að peppa Bjarni Ara á mínu heimili. Bjarni Ora.
Björn Óra Nú telur Gunnar Panathinaikos vera nógu stórt félag svo að sigur Víkings teljist til tíðinda, spyr Arnar Freyr Gunnsteinsson. Skrítið spurning, já, klárlega. Skrítið spurning. Mjög skrítið. Boykottaði Doc, the halftime show eins og Skip Bayless þegar hort var fram hjá Lil Wayne. Hár rétt. Veistu hvað? Er ekki Lil Wayne frá New Orleans? Ég held það. Það var allt trillt þegar að var komið ljós og hann er ekki það. Já, gamla kempan Lil Wayne sem er 2 árum yngri en ég. Ég er nokkuð vissum að hann sé frá New Orleans. Nú var Gunni ein af leyniskittunum á The Grassy Knoll ásamt Ace Ventura. Nei. Þú varst ekki það. Nei. Þannig að það er gaman. Já, það er nóg af spurningum aðna. Erum við að fara að henda okkur í Eurovision einn daginn? Gunni. Vá. Ég bjóstu þess, veistu hvað, ég bjóstu þess að sjá þig það. Já, ég verð að viðkynna það. Þetta var hugsun sem poppaði upp í hausinn, viðkynna það. Já. En ég vil fá þið sem fyrst og fremst fjölmiðla fulltrúa. Já. Þú verður svona Valli sport þeirra. Já, ég getur. Þú veist eins og það er að Hera fór í fyrraskiptið, þá tók Valli allt á sig. Hvíldi hana, talenti hvíldur, hann talaði við fjölmiðluna, svo pikkaði hann út, BBC, þið fáið við hana. SRT Það verður að vera eitthvað svona sem maður getur haft utan og á meðan gætt Hera bara hvílt sig og það var sem vantaði núna síðast. Ég hefði fyrir að vilja sjá Valla því þegar hún mætti með Scared of Heights þá vantaði Valla svona hann var þarna, ég veit það, en hann fekk ekki alveg þetta full control. Rúnar Freyr fór að taka aðeins og marga bolta fannst mér. Já, sammála. Mögulega En er ekki það sem öllum máli skiptir að Scared of Heights er svona griftin í þjóðarsóluna? Jú, og ég held líka að Scared of Heights er eitt af þessum lögum sem að allavega Evrópa mann eftir. Fullt að lögum sem að unnið þetta sem að Evrópa er búin að gleyma, en Evrópa gleymir ekki Scared of Heights. Það sé alveg hreinar línur. Drengir, við förum í El Grande með Kemi.is. Hvað fæst í Kemi, spyr einhver? Já, glussin sem að þú og þín fjölskylda þurfið á að halda fyrir Valentínusar daginn góða. Já, ég trú ekki að sé Valentínusar dagur. Nei. Maður er búin að bíða svo lengi og svo bara kemur dagurinn. Surreal. Þetta er bara surrealist. Þetta er surrealist. Drengi, ég ætla að fara á léttunótunar eins og Dóttar fútból gerir svo oft. Ég ætla bara að biðja ykkur já, byrju, þú varst að skoða Kemi. Hvað var að skoða Kemi? Mér langaði svo í peltor. Já, hún getur fengið peltor á það. Já, mér langar í með mæknum hérna fram á til þess að þetta verið í símanum. Getur fengið svo þess. Takk. Herri drengir, ég ætla ekki að biðja hljómsveitir heldur söngvara sem hafa sungið fyrir Íslands hönd í Eurovision og ég vil alls ekki bakrætar söngvara. Eyþór, þú ert yngri, þú fyrir að byrja. Hera. Já. Ég ætla að fara í Ara Ólafs. Vá, ok. Mari Ólafs. Facebook-vinur minn, Mari Ólafs, já. Skrifa þetta niður fyrir mig. Já, Mari Ólafs. Þá fyrir við næst í Daða Frey. Daði Freyr. Jónsi. King Jónsi, já. Greta Salome. Þessum kynarhlutvellið. Mín kona Solbergens. Salbergens, yes sir. Mitt uppáðslag, Einar Ágúst. Tell me. Þá fer ég einfallega í Jóhannu Guðrúni. Já, Jóhanna Guðrún. Jóhanna Guðrúnu. Selma Björgvins. Selmanovic. Birgitta. Birgitta, 2003. Sælar. Sælar. Páll Óskar. Systurnar. Systurnar, já, systurnar. Þetta með nafn á þeir, eða? CCA, það er fór út sem systurnar. Já, en ég vildi engin hljómsveit eins og ég vildi til dæmis ekki æsiflokkin. Skilji, þá fer ég bara í það var hræðilegt lag. Eiríkur. Já, Eiki Hauks. Eiríkur Hauksson. Stefán Hilmarsson. Stefán Hilmarsson. Þá var hún Já. Er ég að klúra þessu? Nei. Ég fer einfaldlega í Friðrik Ómar. Já, konginn. Hvenær fór hann aftur?
Já, This is my life 2008. Þannig að ég tek Sorry, Regínu. Frómar, sorry. Ég tekur ekki nú sko. Já, eðlilega. Þetta ég fer einfallega í Sko, má ég hjálpa þér aðeins? Já, hvað er með Horfðu á nafni Stefán Hilmarsson, hvað vantar? Hver fyrir Sigga B Sigga Beintis, ok, já. Já, það er rétt, en það er Eyvi, kóngurinn. Eyvi, já. Eyjólfur. Ok, þú þekkir mig. Ok, ég er mikill Sigga Beintis maður. En hver er samt aðalega sá einstaklingu sem ég held upp á? Sigga og Gretar. Já. Grétar Rúnarsson, já. Já, alveg hafa hann þetta með. Má ég hjálpa ykkurni? Nei, þú varst þess ekkert. Sko, ég bara aðeins að reyna að fara hérna. Jú, ég meina Diljá Péturs. Já, heldur betur. Ég er að reyna að fara yfir árin hérna. Árný konans Bafreis. Söng hún ekki í laginu? Jú, hún söng. Hún er ég meina þetta er ekki Daði og Gagnamagnið þetta ekki. Jú, en Árný var hún ekki gefur ekki Árný eða það kallfyrir sem mér Hvað segja kallar? Hvað segja kallar? Alltaf gefa þetta. Alltaf kallar að gefa þetta. Alveg gefið Árný. Þið gefið þetta. Hérna Matti Hattara. Já, Matseneggarinn. Þá fer ég Hinn Matti, já. Sem byrju Já, ég veit hvað hann Clemens. Hann heitir Clemens. Já. Okay, ég ætla bara að fara í hinn. Já, ok. Clemens frændi. Sko, ég meit hérna Matti Papi. Já. Matti Papi. Herðu Matti Já, Matti Papi. Sigurjón Brink. God rest his soul. Nei, þeir fóru til að heiðra minningu hérna. Ok, Pollapönkið. Pollapönk, hvernig það að taka? Ég veit ekki hvernig ég á að velja. Veljum bara Sko, hvernig á að velja af þessum strákum? Halli náttúrulega bara Halli telur ekki. Nú? Hann er trommari. Þú ert að syngja. Ég man ekki hvað hann heitir, skal ég segja þér Grjóni. Nei. Hvað heitir hann? Heiðar, það er rétt. Gráhari. Reymur. Shit. Jesus. Ég held bara að Gunni Birgisson hann heitlaði þjóðina með þekkingu sinni á Eurovision í fyrra. Fengum frábær viðbrögð við hans framistöðu. Ég sá að óvinkonaðinn fekk ekki að fara á blað, konan sem að þolir ekki Gunnar Birgisson. Við hver er það? The hate is real. Já, Helga Möller. Já. Helga Möller. Hún var að það næst. Þú varst aldrei að vera að enda henni. The hate is real. Já, það verið gaman að fá Eyþór. Silvía Nótt kom ekki. Nei, Silvía Nótt kom ekki. Og ég og Hníf. Ég og Hníf segja ekki gárungarnir. Þetta var nú bara drullu vel gert. Já, ok. Ég á Hníf. Já. Gleðibankin, ég náttúrulega fyrir okkur sem eru svona, þú veist, Pálmi Gunnars þótt vænt um það. Já, ég átti alveg eftir æsiflokkin og ég átti eftir. Svo átti að Höllu. Já. Þetta var samt mjög vel gert. Hægt og hljótt. Ég átti Björgvin Halldórs eftir. Ég átti Björga Hall eftir. En annars er ég bara nokkuð sáttur. Já. Eyþór Ingi, já. Ég á Lim, já, Eyþór Ingi. Það er gott. Ég á Lim, já. Það er alltaf að leika sér með þetta. Það er ég ekki eini sem er góður í því, sko. Nú kom okkur þægilega fyrir á föstudegi á Valentínusardaginn og spilum nýja lagið með völernum sem að heitir Ég stara. Stara. Þetta er lag sem að þú ert búin að vera svolítið að pússa á. Heyrðu, byrju, má ég sjá hversu ok, fyrirgjöðu, ég ætla ekki að taka neitt af Stara. Allt í lagi. En hversu léleg lög eru búin að senda síðustu ár? Oh my god! Lélegt. Þetta er bara síðustu ár búin að ræðilegt. Sko, ok, reyndar svo kom þetta Our Choice með Ara Ólafs sem er Anthem. Já, það er Anthem. Sko,
Við erum bara að fara að taka þetta í okkar hendur held í Gunni. Já, ég held að sko, ég held að það sem við þurfum sé það einhvers konar erotík, það búið að vera alltaf erotík svona svolítið sem að ég held að Erotík? Þurfum við það? Já, ég held að erotíkin segir oft og Sástu pappa í fyrra? Við þurfum eitthvað þannig? Já, eða grín. Ég að segja Ömmurnar, Rússland, 2018 annarkvort þurfum við erotíkina Úkraína, 2007 Úkraína, já, annarkvort þurfum við erotíkina eða grínið. Sko, og þú veist, ef við ætlum að senda þú veist, og þetta hætta þessu hún syngur svo opaslega vel, ég ætla að kjósa hana það voru að pælja þessi atriðin voru að pælja atriðin. Þetta meira sjó í dag, það sem Svala Björgur sagði mér, þetta meira sjó heldur en nokkuð tíma söngur. Ég hefði mjög mikið verið til í að sjá sko, þú veist, og þá ég ekki náttúrulega að kasta neitt skugga á This Is My Life sem er frábært lag og var heldur betur en auðvitað hefði verið gaman að sjá Masters Club en það voru átt á því einhvern þeim líka að RÚV voru búin að útfinna Eurovision-keppnina þannig að hún byrjaði í október og endaði í febrúar eitthvað laugat og bara að halda dampi í 5 mánuðum einhver lag á þess að fólk fengi ógeð svo fór bara góðu vinur minn, Friðrik Gómar, inn í stúdíóið átti aðeins við lagið sitt herru, hérna nýja This Is My Life hendi í það í vetragarðinu ég labbaði bara út, ég hef segið að hann er búin að vinna þetta ég hef aldrei lent í svona performance áður sett í, þetta var svona eins og fá ísuflagg og hafa verið að slá manni í rólegheitunum með það í andlitinu það var rosalega Þetta er rosalega lag sko. En ég held að Anthem bara Já, það er bara svo leiðis Og Je ne sais quoi Sko, viti hver gerði þau lög? Þetta er Ljósmári Sjálfsög Var ekki Ölli? Já, ég snýttur Hann er kóngurinn Var ekki Ölli? Jú En ég held að séu það eru svona 2-3 lög ég ætla ekki að segja hverju þau eru en það eru svona 2-3 lög sem ég held að gætu allavega komist á úrslitakvöldi Veistu hver á alltaf mín lög? Það er Sveitrúnar, læknirinn sem sendir alltaf inn svona huglug, þægileg lög það er bara lögna mín Dóttar Mútur Stara, takk